Pavel Bartosek, formaður C-nefndarstjórnlagaráðs, þeir eru að kynna tillögur fyrirkomulag kosninga á 12. ráðsfundi. Geturðu sagt okkur aðeins frá þeim? Já, við höfum verið að kynna tillögur sem hafa verið tölsverðan tíma í mótun og byggja á hlut sem við köllum rauninni kjördæmavarið landskjör. Það sé að fyrirkomulag kosninga sem lagt til gengur út frá það að landið sé í raun eitt kjördæmi hvað kjósanda varðar, það sé allir kjósendur hafi aðgangað sömu frambjóðendum alls staðar á landinu, en hins vegar tryggt að ákveðin hluti þingmanna, það sé að 2/5 sem það 25 þingmenn, séu bundnir ákveðnum kjördæmum. Þannig að öll kjördæmin og við höfum í svona okkar einu útfærsluhritum til okkar, þá gerum við að frá kjördæmin verði 5, það er að segja sömu kjördæmir í dag, nema Reykjavík sameinað í eitt kjördæmi og hverju þeirra sé tryggt allavega 5 þingsæti. Það er að segja í norðvestur kjördæmi munu koma 5 þingmenn, en munurinn á því fyrirkomulagi því sem í dag að allir kjósendur alls staðar á landinu geta haft eitthvað segja hvaða þingmenn þetta eru. Nú og eða svo fer allavega kjósandi margir kjósendur á höfuðborgarsvæðinu í Grafarvogi og Kópavogi kjósa frambjóðendur sem hafa boðið sig fram í norðvestur og norðaustur kjördæmi, þá eykst fjöldi þeirra þingmanna sem komar frá þeim svæðum. Þannig að landið í þessum tillögum raunin eitt kjördæmi en engan síður tryggt að öll svæði fái sína fulltrúa. Hvernig það, hægt að kjósa líka milli lista? Í þeim tillögum sem við leggjum upp með þá gert ráð fyrir að kjósandi hafi talsvert mikið val, það sé að hann geti bæði kosið frambjóðendur í sínu kjördæmi og annars staðar á landinu og líka á milli stjórnmálaflokka. En það fylgir því það að auðvitað með því að kjósa frambjóðendur af fleiri einu stjórnmálaflokki að skipta atkvæði sínu á milli þeirra stjórnmálaflokka. Þannig það ekki hægt að strika yfir einhverja menni að hafa áhrif á atkvæði og uppröðun manna á öðrum listum heldur en kannski ef menn vilja hafa áhrif á atkvæði á fleiri einum lista þá verða menn að kjósa þá lista. Ef þetta fyrirkomulag verður að veruleika, hvaða breytingar búist þið við að sjá? Það er náttúrulega stundum svolítið erfitt að segja þegar lagt að stað í svona, en þetta myndi auðvitað þýða það að vægi persónukjörs myndi aukast töluvert í þessar hreinustu útgáfu, þá myndi það vera í öllum tilfellum kjósendur sem myndi hafa áhrif á það hverjir eru sem raðast og svo náttúrulega myndi pólitíska barátta breytast töluvert kannski að því leyti að eins og ég segi þá myndu kjósendur alls staðar á landinu geta kosið frambjóðendur alls staðar á landinu, þannig að baráttan hugsanlega þótt hún væri áfram staðbundin myndi verða svona meira á landsvísu og allir myndu hafa því að bjóða fram frambjóðendur sem hefðu skírskotun sem breiðasta hóp landsmanna. Svona kerfi þekkið til þess hvort það sé í einhverju öðru landi? Í svipuð fyrirkomulagi í gildi til dæmis í Hollandi og nokkrum öðrum stöðum en þetta að mörgu leyti nýstárleg útfærsla og hún byggir náttúrulega svolítið á þessari togstreitu og deilum sem hafa staðið kosningakerfi á Íslandi sem hafa verið annars vegar á milli þeirra sem hafa viljað gera landið að einu kjördæmi til þess að jafna atkvæðavægi og síðan þeirra sem var áhyggjur af því að svo laust mundi svipta hinar dreifðu byggðir öllum sínum þingmönnum. Þannig að þessi lausn á þessu gerð til þess að tækla þessi raunin að koma til móts við bæði þessi sjónarmið. Nú Þorkell Helgason einn helsti kosningasérfræðingur landsins í C-nefndinni. Hvernig hafið þið fengið fleiri utanaðkomandi kosningasérfræðinga til þess að skoða þessar tillögur? Þið byrjuð að fá einhver álit? Við höfum ekki, tillögurnar voru nú bara mótast eins og þannig við höfum ekki gert það en þá en að sjálfsögðu stendur það til. Þið líka leggja fram tillögur þjóðaratkvæðagreiðslur. Geturðu lýst þeim fyrir okkur? Já, í stuttu máli þá stærsta tillaga sem gengur út á það að það vald sem hefur verið í höndum forseta sem málskotsrétturinn að þingið og ákveðin hluti þjóðarinnar geti fengið það vald að segja að þriðjungur þingmanna eða að 15% kjósenda geti kallað fram atkvæðagreiðslu lög sem hafa verið samþykkt. Og síðan til viðbótar uppi hugmyndir þó að það sé ennþá deilt í ráðun að hvað mörgu leyti kjósendur geti haft frumkvæðisrétt að því að safna undirskriftum og krefjast atkvæðagreiðslu ákveðin mál annaðhvort með bindandi eða ráðgefandi hætti. Þær hugmyndir
eins og þær liggja fyrir núna, þá gerir það fyrir að slíkt mál fari fyrir þingi og fá ákveðna þinglega meðferð og sem hugsanlega enda á þjóðaratkvæðagreiðslu. En þetta mál sem enn sem stendur eru svona ákveðna ólíka skipta skoðanir innan ráðsins. Hve langt að ganga í þessu? Sumir myndu vilja fara alla leið, ekki hafa þetta eins og í Sviss og Kaliforníu og margir aðrir eru mun svona íhaldsamlega þetta varðar og svona hallast frekar á fulltrúa lýðræðinu. Svo þið náttúrulega líka að kalla eftir tillögum frá almenningi á vefnum. Búist þið við miklum viðbrögðum við bæði þessi tillögum og tillögum þjóðaratkvæðagreiðslur? Það gerum við og við höfum fengið þetta fjölda mörgum af tillögum nú þegar og þökkum þær alla kærlega. Þetta er náttúrulega kosningafyrirkomulag til dæmis þetta mál sem mjög margir, og það er það skemmtilega við, að mjög margir hafa komið til okkar með jafnvel mjög mótaðar hugmyndir og mjög margir nefndamenn og ráðsmenn og raunin allir í þjóðfélaginu, fjölmargir allavega, hafa þegar myndað sér svona ákveðna sterka skoðun, annarkvort með landinu einu kjördæmi eða með einhver fækkun eða fjölgun kjördæma og ákveðni skiptingu þingmanna þar á milli. Þannig við höfum skoðað mjög margar af þessum tillögum og okkar tillaga sem kemur út úr sérnefnd vonandi til þess fallin að sætta sem flesta þessum sjónarmiðum sem eru annars vegar þau að gera landið að einu kjördæmi og að tryggja öllum landshlutum ákveðin hluta þingmanna. Og með þjóðaratkvæði sem leiðist að hafa náttúrulega bara tillögurnar sem berast að ráðinu endurspegla að mörguleyti svipaða skipta skoðanir og eru á milli ráðsfulltrúa það hve langt að ganga í þessum efnum.